Velkomin á samkomu, stöndum á fætur og klöppum og höfum gaman hér í dag. Allir klappa. Praise in the valley, I'll praise on the mountains. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded. I'll praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the sound that brings Jericho down. Sing it, Mama. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hey! I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.
Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah. louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Takk Jesus. Halleluja, yndislegt. Það fá að fara hérna á milli þessara tveggja pilta. Velkomin á samhjálparsamkomu. Yndislegt og bara góð mæting með við veður ofsan sem var hérna í morgun. Og við vorum aðeins að sitja fleiri tjaldtæla og passa þetta allt saman en þetta verður yndisleg helgi og gott að vera á kotmóti. Ég ætla svona örfá tilkynningar, það túlkun, það svona QR-kóði sem þið getið tekið inn og fengið ef að þið, nú þarf ég að fara að segja þetta á ensku og spænsku og alls konar, því hvísli hérna þið sjáu það útlendingar við hliðina á okkur, en þessi samkoma líka túlkuð eins og aðrar samkomur. Ég var líka beðin að nefna það að það bænaherbyggi hérna niðri og við höfum reynt undanfarin ára að mynda bænakeðju þannig að það alltaf einhver að biðja í bænaherbygginu. Og við erum að biðja fyrir kotmóti, við erum að biðja fyrir kirkju Krists á Íslandi og biðja fyrir þjóðun okkar. Og það líka hérna plaggat við aðalinngánginn sem líka svona QR-kóði og ef þú ferð inn á hana þá getur þú skráði í bænaherbyggið og þannig myndum við þessa keðju. Það einhver svona á bænavaktinni. Finnst ykkur það ekki magnað? Að það bænin sem að ryður starfinu braut. Þannig að það frábært að geta verið hér saman í einingu og beðið saman og tala saman, sungið saman og átt samfélag og fengið að upplifa dýrð Guðs. En þetta svona bara típisk samhjálparsamkoma eins og hún á 50 hjá okkur í Hátúni 2. Og hún búin að vera undanfarnar vikur, það hafa verið yfir 100 manns og þetta bandið sem spilar og við höfum fengið að njóta yndislegra lofgjörðar. Í dag fáum við heyra meira af þessari lofgjörð og við fáum líka að heyra vitnisbyrði frá fólki sem hefur upplifað frelsi og lausn í Jesú. Í fyrra voru mikil tímamót í samhjálp, þá fögnuðum við 50 árum. Samhjálpin, samtökjunum voru 50 ára. En vitið það að í ár þá hlaðgerðarkot 50 ára meðferðarheimilið. Fyrstu skjólstæðingarnir, já, gefum bara hlaðgerðarkoti gott klapp. 7. júlí 1974 þá komu fyrstu skjólstæðingarnir til meðferðar og í dag þá fögnum við 50 árum. Það ekki það að við vorum svo mikið með þetta og við kunnum þetta og við erum búin að vera svo frábær allan þennan tíma.
heldur það fyrst og fremst að það náð og miskunn Guð sem hefur haldið þessum stað Hlaðgerðarkotu uppi með vernd sinni og varðveislu og ég alin upp við það, ég hef þekkt Hlaðgerðarkotu og Samhjálp alla mína tíð gegnum árið þá hefur maður séð bænafólkið, biðja fyrir starfinu. Knýjandi þörf til þess að biðja fyrir Samhjálp, biðja fyrir Hlaðgerðarkoti og þessi 50 ár við gefum Guði einum dýrðina fyrir að hafa varðveitt og verndað starfsemin okkar og Guð enn mitt á meðal okkar og hann að gera undur og tákn á meðal okkar. Og mér langar svona því við erum að fagna þessum merka áfanga að þá fór ég svona bara venjulegu degi með síma minn og ég svona gekk byggingarnar og eftir að hugsa, ég hef kannski átt að taka eitthvað til, en þetta bara svona eru við, ábygglega þetta hefur verið þriðjudagsmorgun. En áður en að ég sitt vídeóð af stað, að það langar mig svona bara rétt að nefna það að Hlaðgerðarkot hefur að skipa einstakan hóp starfsmanna sem vinnur frábær starf og hefur þennan einlæga vilja að rétta fram hjálparhönd, sýna samkennd. Þetta eru líka fagaðilar sem að ganga skrefin, taka vikurnar til þess að hjálpa fólki í gegnum þá erfiðleika sem hver og einn að glíma við. Þannig að við erum stolt af starfinu en við höfum þetta að leiða ljósi að gera gott betra. Starfið alltaf í þróun, þó við séum 50 ára, þá starfið alltaf í þróun og við höfum þessa löngun og þrá að gera gott betra. En já, setjum bara vídeóð í gang. Það tilbúið? What is the meaning of a bird if it has no wings? And what is the meaning of a life if it has no dreams? Where is the power of a tree if it has no roots? And what is the meaning of my life if there is no you? You make me can't keep time. I couldn't appreciate the light without a touch. Until you came in, I was only using half my heart, but you made me whole. You make me whole. You make me whole. You make me glæsilegt. Eins og þið sáðu þarna í lokin að þá allt í einu fórum við að hafa áhuga á þessu grasi og einn kom með orf og fór að slá og okkur langar að slétta þetta tún, okkur langar að laga eitt þak og gera gerði kringu ruslatunnur og það alltaf eitthvað sem okkur langar að gera á svona fallegu og stóru heimili. En mér langar að segja ykkur það, nú fengum við svona þessi innsýn inn í byggingarnar upp í Hlaðgerðarkoti,
En að því að við erum 50 ára, þá verður opið hús 8. ágúst, sem sagt næstkomandi 50 milli 4 og 6. Og þau eru hjartalega velkomin að koma og kíkja við og hitta starfsfólkið og fá upplýsingar og ganga svæðið. Amen. Og ef við ekki fá bara tónlistar upp, ef við að taka fórnina núna eða eftir, samkomustjóri, núna, og þið syngið, ok. Þá það fórn næst og við ætlum að taka fórn fyrir örkinni hér. Þau sem eru að koma í fyrsta skipti, þau bara, vá. Og ég veit að rútan sem kom frá Hlaðgjörðarkoti í dag, þau sáu litlu sveitakirkjuna hérna niðri, að þau sögðu, já, ok, þetta húsið. Right. Svo keyrðu rútan aðeins lengra og þá var það örkin. Og vá, við segjum vá yfir þessu. En þetta bara vegna þess að það fólk sem hefur gefið því svo bauka, lagt inn á reikningin eða sett í pósana að við getum haldið áfram og það eru áformum að gera meira og meira og meira. Þið vitið þetta, við erum búin að heyra þetta öll árin. Svona gerist þetta með því að fólk tekur þátt að þá getum við haldið þessari starfsemi áfram og hér eru alls konar viðburðir farnir eiga sér stað allan ásins hring og við viljum bara hvetja ykkur til þess að taka þátt og vera með. Markmiðið 7 milljónir. Einhver vill slæta þetta upp í 10. Við sjáum bara til, en takk fyrir að taka þátt. Takk fyrir það. Ég heiti Halldór Pálsson og ég í upplýsingaborðinu hérna og ég ætla bara að minna ykkur á að við erum öll saman í þessu verki og það hefur komið fyrir að fólk hefur gleymt að borga tjaldstæðið og svona, ekki gleyma því. Af því að við erum að vinna þetta Guðsverk og það borgar sig að standa sig gagnvart Guði. Það ekki menn sem eru að gera þetta. Guð á þessu örk og við erum að gera þetta saman. Og ég hef komið hérna 50 sinnum pluss mínus á mót og það alltaf jafn gaman. Og ég hvet ykkur bara til að vera með í þessu verki, taka vel í fórnina og ekki gleyma tjaldstæðunum. Ég ætla bara að segja það að það er svo mikið blessun að fá að þjóna Guði. Og ég nú orðinn þetta gamall að ég hef þjónað Guði í mörg ár og ég fundið það út að það er ekki hægt að tapa á því að þjóna Guði. Þú getur ekki annað en unnið. Guð blessi ykkur. Áfram í lofgjörðinni og endilega tökið þátt. Halleluja. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you'll never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah.
just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my son, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my son, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Takk Jesus, takk Jesus. Við bara þökkum þér og við bara lofum þér drottinn. Takk fyrir það hver þú ert, elsku drottinn minn. Takk fyrir allt það sem þú hefur gert í lífum okkar, drottinn minn. Takk fyrir að þú ert að móta okkur. Við gefum þér allt bara líf okkar, drottinn minn, og þökkum þér fyrir Jesus. Nærveru þína sem er hér. Halleluja. Endilega syngið með og lofum Guði saman. In the glory
makes me whole. I love, I love, I love. I love your presence. I love, I love. I love your presence. I love, I love. I love you, Jesus. I love, I love. I love your presence. If you want it, come and get it. We're crying out loud. Love that He has given to you is never enough. Go off your heart, let go of your head, and feel it now. Go off your heart, go off your head, and feel it now. Feel it now. Feel it now. I love, I love your presence. I love, I love your presence. I love, I love you, Jesus. I love, I love your presence. Ég heiti Anton og ég nýskapinn í Kristi. Gaman að vera með ykkur í dag. Ég var á Hlaðgerðarkoti, kom út fyrir 2 mánuðum síðan, cirka bát. Ég komin á Hlaðgerðarkoti þessu ári, 15. febrúar. Alveg bugaður. Eftir að hafa dottið í það í tæpa 3 mánuði. Eftir að hafa verið edrú í rúm 2 ár. Átti góðan tíma. Og ég missi sjónar af því sem skiptir máli einhvern veginn og fer oftar inn á vitlausa braut. Og ég reyndi að stoppa sjálfur og gat það ekki og ég baði um hjálp og Hlaðgerðarkot veitti mér hjálp sem ég óendanlega þakklátur fyrir. Þau hafa staðið vel við bakið á mér og það einhver blessun yfir þessum stað bara. Það ég kom inn á Hlaðgerðarkot og ég var mjög veikur og ég sagði bara að ég ætla bara að vera í mánuð og svo eftir nokkra daga þá var eins og eitthvað gerðist, þú veist, ég fekk svona til mín bara hvernig hafa þínar leiðir gengið hingað til, ekki vel og ég ákvað að hlusta og gera það sem er sagt. Ég hef aldrei tekið trúna þannig séð inn í mitt líf, aldrei Jesús, bara út af ótta í raun sko, bara aldrei þoraði. En á 3. samkomu upp frá Hlaðgerðarkoti þá kom eitthvað svona til mín bara Anton, þetta virkar fyrir milljóna tugi manna. Af hverju ætti þetta ekki að virka fyrir þig? Þú ert ekkert sérstakur sko. Og ég ákvað bara
prófa að vera Jesú maður. Amen. Ég veit ekki, ég fekk svona, það var eins og þungu fargi að mig árið létt. Þetta er eins og þetta átti allt saman að gerast, þannig ég myndi kynnast Jesú og taka trúna inn í mitt hjarta. Og bara síðan þá einhvern veginn hef ég fengið svona staðfestu að hlutinni verði í lagi þó að komi erfiðir dagar og að lífið sé oft alls konar og að þá einhvern veginn treysti ég bara á Jesú. Ég eins og maður segir, þú veist, maður veit ekkert hvernig alls konar hlutir fara eða stundum þarf maður að treysta í blindni og ég er einhvern veginn ná því í dag að hann sé bara þetta, ég geri mitt besta, vera heiðarlegur, stunda prógrammið og bara þvílíkur heiður að fá að vera með ykkur í dag og vera upp á sviði í lofgjörð. Ég var ekki á leiðinni í lofgjörð sko fyrir nokkrum mánuðum. Ég var ókúl fyrir það. En þetta er bara skemmtilegast sem ég gerir í dag. Bara geggjað að vera með ykkur. Takk. Ekki næst. Góðan daginn, Atli alkohólisti. Já, trúaður alkohólisti. Það er æðislegt að vera með ykkur. Það hefur margt breyst fyrir mig. Ég hafði mína barnatrú og alin upp á kristnu heimili, sérstaklega í gegnum ömmu mína. Hún var mikið hjá okkur, fjölskyldunni, og svona kenndi mér á faðirvorið og svona var að lesa úr Biblíunni fyrir mig og svona. Og ég var já, og ég var, myndi segja, ég hafi verið trúaður þá, en ég svona misti sjónar á trúnni. Ég ég veit ekki, ég fór að drekka 13 ára og svona, þetta var einhvern veginn ekki, ég veit ekki, hvort maður að segja, mér fannst þetta ekki cool þá, sem er náttúrulega bara vitleysa, því þetta er cool. En ég eins og Anton fór núna á Lækjarkot 7. maí, ég hafði farið áður og þá svona, lærði ég margt Jesú en svona, ég treysti ekki, ég var ennþá alltaf með tökin í öllu og því ég fór bara sem fór. Ég datt svo harkalega í það að ég bara var að drepa mig og fer upp á Lækjarkot núna á þessu ári 7. maí og bara, mér fannst þess að lífið mitt væri bara búið. Ég hafði enga trú á þessu, þráttur ég hafði enga trú á mér eða neinu. En ég fór að sleppa tökunum. Þegar ég, bara alltaf þegar ég hef alltaf haldið bara einhvern veginn að, já, svona, þegar ég er með puttan í öllu, að það er ekki gott. Og það gerist ekki núna Lækjarkot á 1 viku eða 2, heldur bara svona, það smátt og smátt bara fór að gerast. Og ég fór að trúa, og ekki bara trúa, heldur treysta. Og bara einhvern veginn líf mitt bara, ég hugsa oft minna tíma á Lækjarkoti núna þessu ári. Bara, ég fór að fá líf aftur og það er bara, þökk Jesú og náttúrulega Lækjarkoti sem ég elska. En eftir ég kom út eftir 3 mánaða meðferð, að þá einhvern veginn hefur bara trú mín aukist. Fyrir 5 mánuðum síðan var ég bara í bullandi neyslu og er núna með þessu frábæra fólki að spila lofgjörð fyrir ykkur frábæra fólk og þetta er bara geggjað. Thank you, Jesus. Takk. Yndislegt, Guð er góður og við ætlum einmitt að syngja góðvilja Guðs. Halleluja. Endilega standið og lýsa. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Takk Jesus, halleluja Jesus, ég lofa þig drottinn og við ætlum að halda áfram að lofa hann er svo góður. Góðu vildi hans, hún eldir okkur þegar við fókusum á hann. Halleluja. Halleluja.
nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haldrandi þjóð. Breytir mér styrfi gegnum lífsins ólgusjó. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa. 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 Eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa. Eilíf minn Guð. Syngjum við aðeins áfram. Þig vil ég lofa. Þig vil ég lofa.
Takk fyrir að þú sérð okkur hér að lofa þig, Jesús. Takk, Drottinn minn, að þú ert hér mitt á meðal. Að snerta við hjörtu, Drottinn. Við viljum bara lofa þig, Drottinn, og afhenda þér allt, Drottinn. Við viljum bara hrópa til þín og þakka þér að við getum verið hér saman komin og hort á þig, lært þig, heyrt þig og mótast af þér. Hjálpa okkur að líkjast þér, Jesús. Við bara lofum þig, Drottinn. Góði Guð, takk fyrir þú þekkir okkur, Jesús. Hjálpa okkur að afhenda þér allt og treysta þér fyrir öllu. Takk fyrir þau kraftaverk sem að þú reist þér við og tekið úr myrkrinu yfir í ljósið. Þú einn getur gert það, Drottinn. Takk, Jesús, fyrir sigurinn í þér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa eilíf minn Guð. Takk, Jesús. Halleluja. Við erum með fleiri vitnisburði. Já, fyrirgefðu, eitt lag í viðbót. Halleluja. Dásanlegt. Höldum áfram bara í lofgjörð. Já, Jesús. Heilagur ertu. Heyri þig, veröldin öll eigi sig. Sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa við. Drottinn dýrðan dvel ég hjá. Ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðan dvel ég hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Heyri þig, veröldin öll eigi sig. Sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa vil. Nú í sannleika ég tilbið þig. Drottinn
Syng þér lov, halleluja, kom þú drottinn minn. Magna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus. Drottinn vil hans velja, já, ég vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér, drottinn vil hans velja, já, ég vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Amen, drottinn Jesus. Takk, himneski Faðir. Nú ætlum við að fá vitnisburði. Fínt að hafa þetta hérna á standinum sko, ég er alveg í svona sko. En hérna, já, ég heiti Teddy og já, eins og fyrir voru að tala þá var ég mitt upp á Hlaðgerðarkoti og hérna, já, ég er alveg vel stressaður sko. Hérna, já, líf mitt er bara búið að vera þannig að ég er bara búinn að vera fangi fíknisjúkdómurins og og ég er búinn að fara í, þú veist, 20 sinnum inn á Vog og fullt af meðferðum og aldrei einhvern veginn neitt gengið. Ég að því að, þú veist, ég hef ekki fundið þennan æðri mátt og þegar ég fór inn á Hlaðgerðarkot núna í þetta skipti, ég hef farið þangað áður og að þá bara, þú veist, var ég komin í enn eina meðferðina og ég hugsaði með mig, skilurðu, hvað ætla ég að gera öðruvísi núna og ég var alveg búinn að missa alla trú á sjálfum mér og ég stend þarna inn í einu herberginu og hugsa með mér bara að, þú veist, ok, af hverju pröfar ekki að gera þetta allt, skilurðu og ég byrja bara rólega, skilurðu, ég mæti allt prógram og allt sem er þarna upp frá og gef mér allan í þetta og eins og Anton kom inn á áðan að, þú veist, þá var ég, þú veist, var ég á samkomu hjá Fíladelfíu þegar að ég svona finn snertingu aðri máttar og Jesú og ég ákvað bara að leggja mig allan í það og taka Jesú inn í mitt líf og það eru ótrúlegustu hluti búin að gerast í mínu lífi frá þeim degi meðal annars ég er spilað með lofgerðarbandi ég hafði aldrei sungið fyrir framan einn sko og svo allt í einu var ég bara mættur á eitthvað takk svo allt í einu var ég bara mættur á samkominu í Fíladelfíu að spila fyrir framan fólk og ég er alveg ennþá alveg stressaður sko en þetta er alltaf að koma ég er bara svo þakklátur fyrir þú veist þetta tækifæri sem ég fekk og ég bara legg mig allan í þetta og þú veist Jesú Kristur er mér allt og þú veist það eins og ég segi, bara ótrúlegustu hluti búin að gerast í mínu lífi. Ég er bara búin að kynnast mögnuðu fólki inn í Fíladelfíu sérstaklega og bara, þú veist, bara umgjörðin í kringum þetta allt saman og þetta er það skemmtilegasta sem ég geri í dag. Það er að standa upp á sviði og syngja fyrir framan ykkur og lofa Guði og
mér langar að halda því áfram og já, bara þú veist, Anton besti vinur minn og hérna, við kynntumst í meðferð og við erum alltaf saman og einhvern veginn, þú veist, bara þessi hópur og bara, ég veit ekki hvað ég að segja, ég að tala í hringi núna og hérna, en þú veist, eins og ég segi, þú veist, ég bara, þú veist, get verið til staða fyrir fjölskylduna mína, þú veist, fólki mitt, að kynnast mögnuðum manneskjum og hérna, ég bara held áfram, skilur, og held áfram að fylgja hans veg. Takk. Sælverið, Fimbun heiti ég og nýsköpun í Kristi og fyrrverandi alkoholisti. Já, eins og þið heyrðu kannski á þeim sem komu upp á tölu að við erum allir að koma á Hlaðgerðarkoti. Ég var á Hlaðgerðarkoti fyrir 17 mánuðum síðan og hérna, það gjörsamlega breytti lífinu mínu. Eina slæma sem ég get sagt Hlaðgerðarkoti að hérna, það bara of stutt af 3 mánuðir finnst mér. En þau leyfa sumum sem að hérna, vilja vera lengur þannig að kannski ekki yfir neinu á kvarta. Þegar ég byrjaði þessa göngu þá var ég algjörlega viss það að sko hvernig ég var að upplifa heiminn væri eins og hann var. Skilur að það væri sannleikurinn og hérna það svo mikilvægt fyrir mann, já fyrir mig, það var svo mikilvægt fyrir mig að átta mig á því hversu mikilli lygi ég var að lifa í út af því það hræði mig út af því að núna þegar ég komin svona langt inn í trúna mína að farin að treysta og ég farin að skilja miklu betur hversu blindur ég var á sannleikann og það hræði mig alveg hræðilega mikið. Það var bara, ég sá þetta bara eins og djöfullinn vildi að ég sæi þetta. Og þannig hagaði mér, þannig talaði ég, þannig var bara lífið mitt. Það stjórnaðist bara af því að ég sá lífið mitt í einhverju lygi. Ég fegraði hluti til þess að þetta kæmi betur út. Ég vildi ekki horfast í augu við neitt, þannig að það gerðist ekki. Allt þetta var í raun og veru ástæðan fyrir því, bara ég lifði lygi og ég vildi ekki horfast í augu við að það væri lygi, þar af leiðandi þurfti ég að gera eitthvað til þess að geta lifa með sjálfum mér. Þú getur ekki bara labbað og verið bara eitthvað svona fölsk manneskja á þess að líða illa, skilurðu. Og þegar ég kem hingað, þegar ég kem inn á Hlaðgerðarkot, það fyrsta sem sagt við mig í rauninni það fyrsta sem gerist að það beðið fyrir mér. Ég labba inn á Hlaðgerðarkot og ég sest niður, þar verið að biðja og ég hugsa, ok, þetta í alvörunni kristileg meðferð og það ekki bara að vera að segja hluti, sko, það verið að gera. Út af því að trú án verka dauð. Það vitaðu öll hann upp á Hlaðgerðarkoti og það vitiði flest öll inn í salnum. Vonandi getið tekið það með ykkur að við verðum að gera eitthvað í því til þess að breytast. Og það sem að ég skildi ekki alveg var út af því að ég vissi svo mikið og mér fannst þetta allt vera svo fullkomið lífið mitt og ég vildi bara hafa þetta nákvæmlega eins og ég vildi og ég skildi ekki okkur, ég þurfti nú svona mikla meðferð og ég var nú búin að vera edrú í mánuð og ég var nú að hugsa mér sko, það nú bara að víkja fyrir þessum sem eru veikari. Svo kem ég hana inn og ég átta mig á því að það langt í land, það virkilega langt í land út af því ég ræði ekki við neitt sem í gangi fyrir utan. Eitthvað dómsmál í kerfinu, verið að taka bílinn af mér, konan að hætta með mér og ég gjörsamlega varð stjörnuvitlaus inn í meðferð, grét og öskraði og það var gæið sem kom hann og sagði, Fimbun, þú þarft að biðja núna. Og ég horfði á hann og ég hugsaði með mér, þú ert hálfviti. Það var allt inn í mér, allt inn í mínu, bara innsta kjarna, horfði á mannin og langaði að eyða honum af jörðinni bara. En út af því að það var ekkert annað að gera hann inni, þá hugsaði ég með mér, já ok, ég kemst ekki út og þá er búin að klúðra þess alveg og ég er búin að klúðra öllu í lífinu mínu. Ég er gjörsamlega búin að klúðra öllu í lífinu mínu. Allt sem ég hef gaman af, allt sem ég langar að gera, að vera til staðar fyrir mömmu og pappa og eitthvað skilur bara út úr gluggann. Það var ekkert eftir. Og ég hugsaði, ok,
skýtt með þetta, ég fer hann upp og tek þessa bæn og sjáum hvað gerist. Og ég fer upp og ég fer á hnén og ég man að ég skildi þetta ekki, en ég var samt bara að gera þetta, skilurðu. Og þetta er byrjunin á því að ég fékk líf. Bara það að snúið við, labbað upp í herbyggi, skrefin sem ég gekk inn í herbyggið, getið ímyndað, þetta eru skrefin sem eru til þess að ég stend í dag, skilur, hérna hjá ykkur. Út af því að, já, það er að taka þessa ákvörðun að breyta lífinu þínu og gera það sem þér finnst, það sem mér fannst ekki vera rétt. Og það sem ég skil eftir á, miklu seinna, var að það sem mér fannst rétt á þessum tíma, það var bara ekkert rétt út af því ég sá það bara vitlaust, skilur. Ég sá það falskt með lygi djöfulsins yfir því öllu saman, skilur. Ég vildi ekki horfast í augu við neitt út af því ég gat það ekki. Og þegar ég fór að taka við mér, skilur, að labba inn á herbyggið, vitandi það, þetta myndi aldrei bjarga mér, en ég bara, það var eitthvað yfir mér sem segi, ég verð bara að gera þetta. Af hverju ekki, skilur. Hver er ég að segja, skilur, eins og maður heyrir svo oft. Svo fer maður niður á hnén og maður byrjar að gera þetta og maður biður í fyrsta skipti einlæglega til Guðs að hjálpa mér. Út af því ég veit ekki hvað ég á að gera meira, skilur. Ég er búin að særa svo mikið og fólki í kringum mig bara fara að deyja og ég bara horfa á það að deyja fyrir fram á mig, skilur. Og það er ógeðslega sárt að vita til þess að lífið mitt er núna bara annaðhvort að gera eitthvað eða deyja. Og það er rosalega sárt að fá að upplifa það, en það er hins vegar staðurinn sem ég þurfti til þess að fara að gera eitthvað annað en það sem ég var að gera. Og það er svo leiðilegt fyrir okkur, við þurfum alltaf að bomba á vegginn og helst fá hann yfir okkur, liggja þar í svolítið tíma, ekki biðja um hjálp þegar ykkur labba framhjá og hugsa þetta er allt í lagi svona, eða það ekki eða? Það tekur enginn eftir þessum múrsteinsvegg sem liggur hérna núna mér. En allavega, löngsaðastutt, þegar ég var að biðja þá fann ég fyrir fyrsta skipti á ævinni minni pínulítinn léttir. Ég fann pínulítinn léttir fyrir því að ég man bara eftir, ég satt og í þögninni, sem mér fannst líka alveg kjánlegt, farðu og sitt í þögninni og þá heyrir það sem þú átt að heyra. Ég alveg bara, what? En þetta er allt satt, skilurðu, þetta er svo mikið klisja að maður er bara, akkur var ég ekki að hlusta á þetta, skilurðu. En allavega, ég byrjaði að hlusta, sitt í þögninni á hnjánum að biðja til Guðs að taka þetta frá mér og hjálpa mér út af því ég veit ekki hvað ég á að gera. Sýndu mér hvernig ég á að treysta mér, kenndu mér að trúa og sýndu mér hvað er að mér. Og ég hugsa til þess núna bara, veistu hvað það varst að biðja þarna? Sýndu mér hvað er að mér, Guð. Það sem kom í kjölfarið var bara að ég fékk frið yfir mig í fyrsta skipti í langan tíma. Ég fékk full vissu það að staðurinn sem ég væri á væri rétti staðurinn og ég þyrfti ekki að gera neitt annað en að vera á þessum stað og vinna akkurat í þessu sem ég var að gera. Ég get ekki lýst í meira heldur en það, ég var bara hérna. Ég þarf ekki að gera neitt annað. Og það þýddi það að ég gat sleppt öllum áhyggjunum mínum af öllu sem var í gangi út af því ég fékk fullvissu að ég var á réttum stað. Og ég bara, ok. Og sat þarna í þögninni bara að mér leið svo vel og ég hugsaði, ok, þetta er eitthvað. Þetta er að hjálpa mér. Fyrsta skipti á ævinni er ég að fá fullvissu að eitthvað verði í lagi. Og ég bara trúði því ekki. Það er bara ótrúleg tilfinning að finna fyrir því eftir hvað mörg ár að það verði allt í lagi, skilur. Að það er ekki meiri dauði framundan. Eina sem ég þurfti að gera var að taka ákvörðun sem hann fór gegn mínum vilja og fara í Guðs vilja. Og það út af því að minn vilji, hann var svo ógeðslega sterkur að hann var að taka lífið mitt frá mér, hann var að taka lífið bara frá mömmu mín og pappa af áhyggjum, öllum í kringum mig, skilur, vinir mín, hann var að taka allt frá mér, minn vilji. Og ég vil bara óska þess fyrir ykkur öll sem sitið inni að þið farið inn á herbyggið ykkar, takið bæn, sitið í þögninni og hlustið á það sem maður er verið að segja við ykkur. Og þótt að hljómi kannski skrítið fyrir ykkur sem hafa ekki gert þetta er eitt mesti sannleikur sem að ég lifi í dag. Það er það að sitja í þögninni, biðja til Guðs og þá fæ ég skýrustu svör sem ég hef nokkuð tíðan fengið á ævinni við flóknustu spurningunum sem ég geti nokkuð tíðan gefið honum. Og það er ógeðslega gott. Það er svo gott að vera til og það er ekki nema 17 mánuði síðan að ég vildi vera í gröfinni. Skiljiði, þetta gerist bara svona.
1, 2 og bingo. Þannig að komið og verið með. Takk fyrir mig. Takk Jesús. Það að ég sé komin hér upp þýðir að nú farið að koma að lokum hjá okkur í dag, en örvendið ekki, því að svona samkomur, samhjálpar samkomur, eru alla 50 daga klukkan 8 í Philadelphia í Reykjavík. Ég fæ bara gæsahúð við tilhugsunina. Þannig að þið eruð öll velkomin þangað. Og mér langar til þess að þakka öllum sem komu að samkominu fyrir þeirra hlutdeild í þessu. Það þarf mikinn kjark til þess að koma fram eins og þau sem hafa gert hér í dag. Það er ekkert mál fyrir prestana að koma og predika eitthvað upp úr Biblíunni, en það að koma og bera sjálfan sig á borð og segja frá eigin breiskleika, þora að koma í vanmætti sínum, það er ótrúlegur kjarkur. Það er ekki allir sem geta það. Þannig að þið sem gerðu þetta hér í dag, hjartans þakkir fyrir ykkar hlutdeild í þessu. Það væru heldur ekki samkomin nema vegna þess að það er fólk sem er tilbúið til þess að taka þátt í þjónustu. Og mér langar til þess að við klöppum fyrir bæði lofgjörðinni sem er búin að spila fyrir okkur dásamlega tónlist og öllum þeim sem koma að þessu hér. Svo það reyndar þannig að það væru heldur engar samkomin nema vegna þess að þið komið og mættuð til þess að lofa Guð og njóta. Þannig að það skiptir líka máli. Við værum ekki hér nema fyrir ykkur. Nú, ég vil minna á þetta 50 ára afmæli Hlaðgerðarkots og opna húsið 8. ágúst frá 4 til 6. Og það hefur verið einstök blessun fyrir mig að hafa fengið að kynnast starfinu á Hlaðgerðarkoti í sumar. Eins og Signý sagði áfram, það er frábært starfsfólk sem að leggur bæði hjarta og sál í vinnuna. En það er ekki síður heiður að hafa kynnst öllu því frábæra fólki sem að hefur tekið þann kjark og þá ákvörðun að stíga inn í óttan og inn í meðferð og breyta lífi sínu. Þannig að þið viti hver þið eruð, bara hjartans þakki fyrir það sem þið hafi gefið mér síðustu vikur. Og ég ætla ekki að fara að væla. Þannig að það er ótrúlega gefandi að fá að sjá og fylgjast með fólki breytast og taka þennan séns. Svo langar mig til þess að minna líka á fórnina, því að við getum gefið hvenær sem við þurfum ekki að vera á samkomu til þess að gefa. Það er hægt að gefa hvenær sem á meðan á kotmótinu stendur. Það eru upplýsingar og skjám sem að rúlla hérna frammi, þannig að það er alltaf hægt að leggja inn á reikningin. Leið og mér langar til þess að biðja fyrirbiðjendur að koma fram og endilega ef það er eitthvað sem að hvílir á hjartaðinu sem að hér situr, hvort sem það er eitthvað sem þú hefur áhyggjur af eða þið langar til þess að fá til þess að biðja fyrir, eða bara ef þú hefur aldrei komið og látið biðja fyrir þér eða fengið fyrirbæn, hvort sem þú ert frelsaður eða frelsuð eða ekki frelsaður, þá er tækifæri núna. Og það eru sumir sem að hafa heyrt mig tala þetta vers úr Biblíunni sem er uppáhaldsversið mitt og ég segi þetta er beini síminn hjá Jesú, beinlína, sem er Jeremía 33:3. Og það er nákvæmlega það sem þau hafa verið að tala hérna, að taka sénsinn á því að gefa líf sitt til Jesú, taka sénsinn á því, hvað gerist ef ég bið til Jesú? Að þá segir hér í Jeremía 33:3, hrópaði til mín, ég mun bænheyra þig og ég mun kunngjöra þér mikla hluti og leyndardómsfulla sem þú hefur ekki áður þekkt. Og það er þetta sem að við upplifum þegar við tökum sénsinn og lærum að treysta á Jesú. Mér langar til þess að enda með bæn. Elsku Drottinn, þakka þér kærlega fyrir kotmót. Þakka þér fyrir þau öll sem hér eru inni. Fyrir hverja einustu sál sem hingað leitaði, hvort sem hún er frelsuð eða ekki frelsuð. Ég vona að við höfum og í gegnum þig, elsku Jesú, að þú komir inn í hjarta allra þeirra sem hér eru í dag. Ég bið þig að smyrja fyrirbænafólkið okkar, þannig að
öll þau sem koma fram til fyrirbænar fái svör eða hlýju til þess að taka með sér út í daginn, elsku Jesú. Þakka þér fyrir þessa samkomu, takk fyrir þau öll sem hingað komu, bæði til þess að njóta og til þess að þjóna. Og ég veit að þú munt fylla okkur af heilugum anda alla helgina og ég bið þig að tryggja góða ferð fyrir þau sem að komi hér frá Hlaðgerðarkoti þannig að þau komist heil heim og getið haldið áfram á þeirri vegferð sem þú ert að leiða þau á. Í þínu heilaga nafni. Amen. Takk. Við ætlum að halda áfram að lofa Guð. Við ætlum að taka lag sem að akkurat þetta eins og þau voru að tala að koma til Jesú. Þetta lag heitir að krossinum vil ég koma Kristur. Og syngjum þetta saman og bara komum til hans. Hvort sem þú ert í sætinu eða kemur hérna fram. Halleluja. Takk Jesus. Krossinum vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðinn þyrstur og Drottinn ég þarfnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endurnýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ó, mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár, ó Drottinn þerra öll mín tár. Ó, mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár, ó Drottinn þerra öll mín tár. Hann þerra tárin okkar. Að krossinum vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðinn þyrstur, ó Drottinn ég þarfnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endurnýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ó, mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár, ó Drottinn þerra öll mín tár. Ó, mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár, ó Drottinn þerra öll mín